hræða fólkið. Sammála. Og myndi svo bursta vel, nota tannþang og svo með tannhvítuna góminn. Þú gerir það, Úlfur, það ekki? Jú, ég geri það. Og myndi númer 1, 2 og 3 að nota tannþráðinn. Þú manst hvað Tansi sagði síðast, ha? Þú vilt ekki lenda í þessu sama aftur það? Það? Nei. Nei, hvað? Nei, ég vil ekki lenda í sama og síðast. Einmitt. Þú grést svo lítill krakki. Ó, það er svo bóð. Hættu, tónleikur. Gerðu það, hættu. Gosi, hættu, eða ég. Eða hvað? Þú getur ekki bitið neitt né borðað. Þú manst hvað Tansi sagði síðast, ha? Já, ég man það. Einmitt, ok. It's a wrap. Þetta er búið. Þegiðu, Gosi. Einhverjar spurningar? Fínt. Við hittum svo aftur á sama tíma og sama stað á morgun og förum yfir þetta aftur. Gosi minn, viltu hjálpa mér niður? Það er komið tíma á spaðið mitt. Hún er alveg æði! Finnst þið mér í? Komdu með mér. Nei! Varmandi jörg! Hvað? Hvað gerði ég nú? Guð og
skötunni. Ha? Já. Skrifla? Nei, það ekki til. Hvað það? Gosi, hvað það eiginlega sem þú sérð við baunapúsuna? Hún orðin svo frek og leiðileg og stjórnsöm. Hún bara svo óþolandi. Sko, það bara með vald. Ég bara laðast af valdi, sko. Það veikleiki á mér. Eins og muni eftir sirkusjónum. Hann var honum Geira. Já. Hann spilaði rosalega með mig. Djöfull var ég svekktur þegar ég fattaði að maður. En hún að gera það líka. Alveg sammála með það. En jarmandi var það bara ég. Það var líka mér rosalega falleg. Þegar hún lá á búðarhúninni og sólargeislarnir bara alveg léku honum. Það fór bara í fyrir. Nú ertu aftur. Dóttir í trans. Gosi, þú verður bara að fara að velja. Ertu með okkur í liði eða henni? Auðvitað með ykkur í liði, stelpur. Ég þarf bara að sigrast á mínum veikleikum. Gott. En ætlar að tala Úlfi núna? Hvað? Sérðu það ekki? Hann alveg í rusli yfir hvernig þú lést við hann. Jesús maður. Kalla nafn mitt, leyfi börnunum að koma til mín því ég get verið vatni í mín. Vá, hvað þetta er speisa þegar hann gerir þetta. Gosi, þú tala við hann núna. Já, ég er sammála. Í alvöru? Vá, hvað þið þreif. Dandi. Hei. Bröðsbíl. Hei. Hefurðu heyrt tómatana tvo sem voru á leið yfir götu? Hei, ok, hei. Þú fýlar nú alltaf gott höfrabrauð. Ok, sjá. Hvað er ég með í hendinni? Abrakadabra, Majalibaba. Svo var það svo gjöld. Ég straumun og söndi. Úlala, líbala, súbala. Segðu mér hvað er þessari hendi? Ekkert. Það er rétt. Ég á ekki til orð maður. Brosandi fúll og vanþakklátur. Ég er að reyna að gera allt til þess að bjarga þessu sambandi, en þú leggur ekkert af mörkum. Það þarf tvo til að dansa tangó. Tvo. Gosi, þú ert hjartalaus. Það er enda alveg rétt hjá þér, sko. Ég ræddi þetta á sínum tíma við pabba. Hann sagði að það var alltaf mikið mál að hálfgott hjarta, sátt, gat, komið fyrir og tengja upp svoleiðis. Hann sá alltaf eftir því, sko. Það er þess vegna sem ég veist ekki hvað ég er að gera. Það ert ekki þú. Það er ég. Hann er að fara að dömpa mér. Ég er bara ekki að finna mig. Það er svo að sé eitthvað tómið inni sem að ég næ ekki að fylla. Ég þarf tilfinningalegt svigrúm til að ná áttum á ný. En ég get breyst. Ég veit það
það ekki, Gossi? Jú. Er það kannski bara þetta veganfæði sem ruglað system í þér? Nei, ég bara orðinn svo glataður og enginn fíla mig. Svo óvinsæll hjá öllum og ég svo ósáttur með sjálfa mig og mér líður illa í eigin skinni. Ég bara orðinn svo lummo. Ég veit. Hei, hvað þetta? Það nú fínasta lagi að vera smá lummo. Þeir síðustu vera fyrstir, sjá til. Ég veit það ekki. Jú, ertu ekki svona neikvæður alltaf? Aldrei verð ég vinsæll, aldrei getum við verið eins og hinn eilífðar bömmer og blús fyrir mig og líka þig. Látum þau eiga sig. Þú ert ekki með hjarta. Hey boys, kom hann með drúg fyrir Leo. Það í lagi að vera lummo. Það í lagi að vera spes. Þeir síðustu verða fyrstir. Það í lagi að vera lummo. Það í lagi að vera spes. Þeir síðustu verða fyrstir. Þeir síðustu verða fyrstir. Djöfull var þetta súrt, en stemning. Beljurnar voru í rosa fíling og alveg komnar að því að mjólka. Hvað stendur til? Það stendur ekkert til. Jú. Hér stendur sko mikið til. Við nefnum yngri sorg og sút, heldur býtum við skjaldarendur og skellum okkur í leik. Leik! Já. Ég elska leiki! Já, nákvæmlega. Ég fann hérna ansi skemmtilega bók sem inniheldur dularfulla og spennandi leiki. Vá, kannt að lesa. Þú sagði líka satt með þessa bók. Hún er eitthvað svo forn í útliti. Þetta er einhver í sending frá fókitanum. Nei. Vá, ég hef bara sér svona bækur og bókasöfnum og svoleiðis. Það passar. Við erum á bókasafni. Skil þig. Nei, sjáðu, þetta eru til dæmis lýsingar á alls konar leikjum. Hafið heyrt andaglas?
Já, það er ekki eitthvað svona kupp sem að fógetinn myndi bjóða upp á. Fógetinn? Hvar er hann? Hrói, hættu þessari ímyndarveiki. Hann er ekki hér og hefur ekki verið. Hann mun aldrei verða hér. Það er nú betra að hafa barið fyrir neðan sig. Sammála. Hvað er í gangi? Amma mín, skógarhúsmaðurinn og hans og Greta fóru einu sinni andaglas og allir urðu sko skíthræddir. Það er samt áður en Úlfur Það er alltaf að vera að tala um mömmu þína. Það er ekki sem sé eitthvað stoltur af þessu. Hversu oft þarf að beðast afsökunar á þessu smáræði? Smáræði? Þú ást mig á ömmu? Ég var bara illa fyrir kallaður, sá sortinn og þjallaður af ástleysi. Heyri, eina sem þarf er glas og spjald með öllum stegum í stafrófni. Hefur ekki bara að prófa? Ég veit ekki hvort það sé rétt. Úlfur, ertu algjör aumingi? Fór aldrei að prófa eitthvað nýtt? Ætlar í alvöru að fara að byrja á þessu aftur? Sorry. En hvað með þig, Úlfur? Þú er ekki að gera það? Nei, við þurfum bara að fara. Bara sækja það og byrja. Passi! Já, herra, hvað gerðu eftir? Já, Passi mín. Gæti nokkuð bjargað með blað og glas. Já, ég get gert það, herra. Ég get gert það með glöðugeði. Passi, ertu ekki að gleyma einhverju? Jú, fyrirgeðu, herra. Hvað sé gleyma? Er andi í glasinu? Já. Færðu þið glasið? Nei, ég veit ekki. Við verðum að spyrja einhverju. Úlfur, byrja þú. Nei, þú byrja, Gúsi. Þið eru svo mikið hræðslubúkar. Ok, ég skal byrja. Andi, heyrðu í mér? Mun ég eignast kærustu í vetur? Já. Er það Baulaprinsessan? Ekki líklegt. Hvar eru líkunar? Ég myndi segja svona 1 á móti trilljón. Svo það er séns! Leið mér að spyrja. Er fógetinn með feigðarplan í framkvæmd? Vandi eru slíkt að spá. Fyrsti. Er ástin aldrei langt undan? Það er þannig með ást. Hvað gerist? Er andinn farinn? Já, hann er farinn og við skulum bara hætta þessu og fara heim. Nei, prófum þetta aftur. Ég látt ekki svona. Auðvitað prófum þetta aftur. Við finnum þetta svo skemmtilegt. Er andi í glasinu? Já. Afsakið þetta. Smá tæknilegir örðugleikar. Úlfur, þú hefur ekki spurt hann einu. Ég er góður. Andi, ég er að spá. 1 á móti trilljón. Er það góður líkur? Nei, það er nánast engar líkur. Hiss, það er ekki orð að marka. Það er bara sveitla og fróðusnöggari og méringan skóttilæknir sem kann ekki neitt. Ég mun ekki taka á móti slíkum ókunnum. Ég get gert ýmislegt til að gera líf ykkar óbærilegt. Ok, sannaðu það. Gosi! Á ykkur munu herja 3 plágur. 3 lár. Vá, hvað þetta er þreytandi. Alltaf eitthvað frægt. Þreytur út af sinni
Hafnarfirði. Og þið munið muna þann dag. Þið mókuðu andan í glasinu. Gosi! Hann bara að bluffa maður! Komdu þú Þóri! Komdu þú Þóri! Gosi minn, ég, Þóri, vittu til það, geri. Gosi, hvað ertu eiginlega búinn að gera? Það var í taktlaus núna. Mjög taktlaus. Einhver frá. Já, nú illt í efni og alls óvíst í hvað stefni að himni brannast í og hriktir heimskoðum í. Hvað þið búin að lifa? Maður rétt skreppir í spá og allt fyrir upplaus. Já, einmitt, hvað eru þið eiginlega búin að gera? Gosi, þú litli tippalíkur! Við sem æstum andan í glasinu upp að leggja okkur 3 plágur. Nei, það voru 5 manstu. Gosi tryggði okkur það. Í hvaða vanfærk er þetta? Alltaf er það ég! Reyndar helviti mikið til í því heimsókja. Býttu, hvað kom eiginlega fyrir? Hvað er eiginlega að sjá þig? Hvað áttu við? Þú ert alls ekki mjallhvít lengur. Nei, mér fannst ég vera eitthvað föl í morgun, þannig ég setti bara á mig svona brúnkukrem. Brúnkukrem, segir þú ert svona meira appelsínugul. Já, eigum við ekki bara að hætta að spá í þessu og koma okkur að því að ræða þessu við ætluðum að ræða um? Mikið rétt. En fyrst vildi ég bara segja að mér finnst þú alveg stórglæsileg svona mjallhvít. Það er svona brún. Takk fyrir. Finnst þér það? Hún er bara eins og uppþornuð appelsína. Hvað er eiginlega að ykkur taktlausa tvíeginu á þessum leiðindum aldrei að linna? Ég veit það ekki. Hvað veist þér, Gosi? Á þessum leiðum aldrei að linna? Nipp, aldrei! Ef þið láti ekki mjallhvít í friði, þá er mér... Þér hvað? Þér hvað, Úlfur? Hvað ætlar að gera með allar svo ónýttu tennur? Ætlar að naga mig í sundur, hægt og rólega? Nei, það er ekki hægt. Það eru svo ónýttar í tennurnar að kannski þeir strákur bara fór falskar. Falskar, þetta. Hlusta ekki á hana, hún er á breytingaskeiðinu. Ástin er greinilega aldrei langt undan. En samt, Úlfur og appelsína. Búin að finna tilgang með lífinu. Úlfur og appelsína. Tannlaus ást. Náðu þessu. Ég er alveg óborganleg, ha? Það er frábær titill á bók. Tannlaus ást. Finnst þið gera fyndið, Gosi? Nei, ég fatt þetta ekki alveg, sko. Tannlaus. Gosi, það er fyndið! Já, nú skil ég. Meistari, það er mikilvægt skilaboð, mikilvægt. Hvað sé ekki trufla okkur að reyna að leysa stórt vandamál hérna? Skilaboð, meistari, mikilvægt, meistari. Jæja þá, ældaus út úr þér. Nei, hvað sí, full bókstaflegu, segðu mér skilaboðin. Já, meistari, mikilvægt skilaboð. Já, og? Já, það er upplýsingafundur. Já,
Klukkan 11. Nei. 3 mínútur yfir. Já. Ok, takk fyrir því. Jæja, strákarnir mínir. Velkomin að þennan lögfylgja fund. Með mér í dag eru Vitringurinn og séra Ásífur. Nú er stjarnastrákarnir mínir. Það sem mjög svo hættuleg og smitandi veira hefur laumað sér í samfélagið okkar og verðum við því að grípa til nauðsynlegra aðgerða. Vitringur, er tilbúin að srömpa eitthvað gáðlegt að falla frá þér? Já, oft kemur illu ræð. Já. Og góður getið hann gangið hægt gleðilega til. Því margur verður öðrum aðeins. Já, Þó ekkert hlut sem glóir og svettur sitjandi kráka en fljúandi fræg. Já. Í upphafi skyldi þó eldin skot. Já, var það eitthvað fleira sem var síðan veikingur? Já, góð íþrótt, gulli betra. Takk fyrir þetta. Séra Ásífur, þú vilt kannski strömpa boltan en þessum Vitringurinn strömpa hann? Í upphafi var orðið og það var ekki veira. Menn skulu átta sig að því að ógnin er nærri. Þannig hún er svona nálægt? Já, hún er nær en þig grunar. Það er bara þannig. Ólifnaður undanfarn ára hefur komið öllu á versta veg. Við verðum að vera á varðbergi gagnvart verunni og þeim sem geta borið með sér óværuna. Dyr sem drottinn, halleluja. Helstu strömpaeinkynni veirannar eru hiti, hósti, þreyta og tap á lyktar- og bragðskyni. Ekki sopið káli, þó svo í ausuna sé komið. Þakka þér fyrir þetta. Þetta var aldrei strumpað. En strumpanir mínir, nú verðið að gæta þess að strumpa hendur upp með vatn og sápu, strumpa handspritt og forðast að strumpa óþarfa strump. Nú strumpum við á samkomubann og grímuskyldu. Takk fyrir strumpanir mínir. Fyrsta pláan, Gossi! Fyrsta pláan! Hvað ertu búin að koma okkur í? Ég veit það ekki en ég held því sem komið hita. Hvað? Ég er ekki að koma þess að veiru. Ég er alltaf svo þreytt og... Mikið rosalegt eitthvað bragðlaus. Nei. Ég bara nenni ekki að hanga í bíl. Nei. Því að hanga í bíl með alls konar stríl er bara alls ekki fyrir mig. Ég sé þig kannski seinna. Þetta, hættu þessu. Þetta er sko grafalvarlegt mál. Ég hlýt að vera komið með þessa veiru. Fógetinn er á bak við þetta. Sá gefitar svikari og alræði. Hróin, hættu þessari vitleysu! Við vitum öll að við þurfum að setja tvo Safnirós og Úlfing í sóttkví. Af hverju okkur þrjú? Af því að þið eru með einkenni, Leo og Hróin. Þið eru með skipaðir, veirverðir, hennar hálsingar. Ekki orð frá þér, Gossi. Þú erum bara að segja þá! Sú er kyrr. Svona er ástin. Því var ég verst sem ég unni mest.
að vera neinn skemmtun. Við verðum bara... Að fara að taka okkur saman í andlitinu. Vakna eins. Nói, gætið þú og Leo kannski náði nýja grímu fyrir mig, hún er rosa óþægileg. Já. Við erum á vaktinni, samt. Já, en... Hvert er þau að fara, svo sem? Já, sagði það. Komum. Já. Ég fylgist með ykkur. Sophie! Fyrsta plan komin! Bingo! Það er nú ekki til að gleðjast yfir. Ég veit að... bara... hvað á maður eiginlega að gera? Stofna hljómsveit? En við kunnum ekkert að spila neinn hljóðfæri. Það er ekki spurning að geta, heldur að gera. Já, ég spila eins og Já, menn við Jörn, hún er alveg ótrúleg. Já, en samt ekki eins og mjallhvít. No. Rómið á mættur að svæði. Hættu þessu, þetta er ekkert svoleiðis. Það er bara, mér finnst mikið í hana spunnið. Og fyrir utan það er ég karlfeministi og fylgjandi þess að konur megi verið sér vilji. Þú veist, með brungu eða ekki brungu. Það er spurningin. En nóðu það, hvað voru aftur að tala? Sko, við stofnum hljómsveit, förum að spila, því ég þarf að koma svo mörgum til skila. Ha, þú? Það færi þér nú bara best að þegja í smástund. Planina! Já, gott hjá þér. Hei, krakkar, sjáðu hvað er fundum. Hvað er eiginlega með? Við vorum að leita ykkur upp á skrifstofu. Þá fann Leo bara þetta. Hvað er þetta? Veit það ekki. Við sjáum til. Úff, það er spritlitt af þessu. Krakkar, ég veit ekki hvað þetta er. Hvað er þetta? Brennivín. Hvað er ekki brennivín? Þetta er einhver sending frá fógetanum. Já, það er ekki mikið mál að finna út úr því. Nei, við verðum bara að prófa þetta. Ég veit það ekki. Ég hef aldrei drukkið. Aldrei. Einhvern tímann er allt fyrst. Já, það er aldeilis á mínu vötnum. Eru þið algjör aumingjar? Ég til. Já, allt í lagi. Við prófum bara smá og hættum svo. Já, en þetta er frá fógetanum. Hættu þessi með fógetan. Anna, hóttu með þetta. Skellt einum í þig. Hernirós. Já. Vissið þú að Rómeóina er slefandi eins og rakkífurinn í mjallhvíti? Gossi. Er það? Úlfur minn, sorry, en það er bara ekki hægt að luma lengi á svona hernalegum upplýsingum. Það er bara heitast að gera það í fyrsta aðeins. Langaði í sleik. Nei, takk. Róaði, ég var að meina með mjallhvíti, sko. Já, hættu þess að það spýtustrákurinn minn. Rosalegtu hörnsámaður. Hei, eigum að stofna hljómsveit. Ég kann að spila planina. Ég kann ekki neitt að spila, en ég er með. Já, kallinn er klár. Ok, en okkur vantar nafn. Hvað segir hunangsflugur? Hunangsflugur? Það er glata. Það er ekki nógu vald, sko. Já, en villikettir. Villikettir? Fokk já, klikkanafn. Mjá, mjá.
Viltu fá þér sopa væni? Betra væri að smakka varninginn. Dreiftu á og þú munt sjá. Þorstan mundu slökkva þvílíkt vel. Þægilega tilfinningar sem handa þér og líka mér. Ferðalagið okkar förum í ótrúlega mikið fyllerí. Verður þá og svengir þá. Munum við hvað meika viljanir. Megi andinn mikið vara sig. Segjum já og breytum þá. Höfum tryggja við getum allt. Heiminn við sigrum 100-falt. Læður við leggjum 1000-falt. Lása við kettir mega allt. Mikið rosalega söngum við mikið af þessu maður. Kannski það bara annað sopa? Þetta liggur frystihúsum hans pabba. Þú ert svartan pabba, það er komdu ég með knúsaðu mig. Mikið rosalega langar mig að fara að kissa hana mjallhvíti. Kissa? Mér er það bara steikið þignói. Góðan daginn! Góðan daginn! Góðan daginn! Já, þá erum við laus úr sóttkví. Sýnin var öll neikvæð. Hvað gerðist eiginlega? Þetta var alveg glæsilegt maður. Ég man ekki neitt. Sammála. Shit! Það má nú Svenni segja það. Ha? Þú varst aldeilis hress í gær. Shit! Hvað gerðum við? Já, við stofnum í hljómsveit. Já, villikettir. Arr! Ó, þetta ger ég aldrei aftur. Villikettir segir heim. Vantar ykkur þá ekki góðan kött í kvöldin? Hvað korfur er þetta? Já, hver dró köttinn inn? Shit! Sækir sem lóka kötturinn þakka fyrir sig. Hver er þú eiginlega? Hver er kötturinn? Þessi kötturinn ég. Það er ég. Stífilega kötturinn. Til þjónustu viðbúinn. Allt! Hver á að skilja þessa vitleysu? Kötturinn er ættað frá Frakklandi. Mikið sendismæður og... Ég skil ekki orð sem hann segir. Ég
segi bara út með jólaköttin. Kvikindið loð eins og ljón. Ekki allir velkomin hér. Velkomin. Göturinn kemur í ást og friði. Þó aðalega ást. Göturinn lágræði, ekki frækir. Atjú! Velkomin. Kvasi! Já, meistari. Já. Kvasi minn. Hóaðu öllum saman. Takk, meistari. Takk. Kvasi, ertu ekki að gleyma einhverju? Jú, meistari. Jú. Shit, þetta verkefni. Kvasi! Hvað það mætti er þetta? Maður getur ekki fengið að sofa í friði. Og hvaða tjöfnagangur væri nóg? Ef það er ekki stanslaust partí, þá hamast þú Kvasi á pjöldinni svo óðum maður. Hringja, já. Kæru vinir. Það er komin gestur. Það hefði nú verið í lagi að láta maður vita að væri komin gestur. Maður hefði getað haft sæðast til. Nei, mín kæra, þú ert undirfögur alveg eins og Takk fyrir. Þú ert eins og nýjútspungin rós í gæja fullum af fílum. Þú meinar, það er mikið til við því. Hvað heitir svo herramaðurinn? Já, göturinn er oftast kallaður Stífélagöturinn. En göturinn, hann heitir Ísak. Alvi. Ótrúlega gæði. Algjört súkkulaði. Hæ, ég heiti Rauðhetta. Rauðhetta, back up. The boy cat is mine. Atjú! Hvað er eiginlega heil í þér? Ertu orðinn lasinn? Ég veit það ekki. Þegar ég vaknaði í morgun var allir svo þrútinn og svo byrjaði ég bara að hnerra út af engu. Atjú! Ég kannski... Kominn með ofnæmi. Helvítis kötturinn. Ég er auðvitað með kattar á þeim. Það er komin upp önnur plóna! Það er komin upp önnur plóna! Sæliströmbarnir mínir. Með mér í dag eru fiskurinn Dóra og Bangsi-pabbi. Ég ætla að byrja að gefa Bangsi-pabba orðið. Mér langar þess að fara í það reglum sem við teljum þurfa að viðhafa í þessu ástandi. Númer 1. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Takk fyrir. Varstu ekki búinn að strumpa fleiri reglur en þetta? Nei, þetta var eina sem ég og Martin Skómas voru búin að ræða um. Ok. Dóra, hvað vilt þú strumpa um þetta mál? Ha? Ég? Já. Þú varst búinn að strumpa þér upplýsingar nýjus óvarina. Sjáu þetta! Stæðum skjaldbökur! Skjaldbökur! Hei! Býð eftir mér! Þar hafið þið það. Það er sem sagt komin í mygla eins og margar strumpaði. Einhver að strumpa að spurningur í sal? Já, ein spurningin af gjörningir á viljanum. Þetta er nú í annað skipti sem við kallaðum fundur stöðuskjáls. Hvað er eiginlega í gangi? Já, engar strumpaði spurningar. Hafið þið stjórn á þessum aðstæðum? Það næri þetta ekki lengra í dag. En mínir strumparnir mínir, að strumpa hægt gleðina dyr. Ég er bara ekki í stuði fyrir þetta í dag. En það varstu líka svakalega í gær. Minnst ekki á nógrátum. Þá er að ljósta
finnur pláan hefur skollið á að fullu þunga. Bjarmandi jörmur. Á þetta engan enda að taka? Nei, gósi minn, ekki vilja verið komnir upp í 5. Já, djók. Þetta nú mega ástandi. Gautuginn hefur lent í ýmsum æfina, en alltaf sigrast á öllum ógnum. Þannig þú þekkir fógetan líka? Já, Gautuginn gerir það. Hann draf hann, eða það heldur hann. Hann kemur alltaf aftur og aftur. Já, hann kemur alltaf aftur og aftur. En ástin aldrei langt undan. Ísak, þú ert æði. Ótrúleg klæði. Súkkulaði? Gósi, sérðu þetta? Þau eru bara vinir. Það er enginn annars bróðir í sleik. Vinir. Gautuginn kann að meta þína fegurð að utan sem að innan. Ísak, hættu þessu. Þú geta séð til okkar. Augun þín eins og tvær tifandi tímasprengjur, flöktandi himinhvolfin, leitandi að sama stað. Ísak. Hjarta mitt sá staður. Ísak. Mér líst bara ekkert á þetta. Fyrst veiran og nú mygla líka. Atsch! Já, ástandi bara ekki nógu gott. Nei, og svo ofan allt annað, þá sitjum við uppi með þetta kattaróféldi. Ég verð á kenningu að þessi köttur sé rót alls ills. Það er bara að loðið við hann. Já, og hann köttur. Atjú! 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 Er það í lagi með þig? Já. Ég bara þoli ekkert ástand. Það er ekkert að gera. Gosi, þú ert svo taktlaus. Ég veit það. Þetta er bara svo leiðilegt. Já, ég er með verkefni fyrir þig. Okkur vandar eldið. Gosi, sko, við verðum bara að gera eitthvað gott úr þessu. Hei, gott! Eigum að búið til nammi. Mér finnst nammi svo gott. Nei, ég sko tala að finna okkur eitthvað að gera. Við til dæmis fara í leiki, spila spil og eitthvað upplýfgandi. Ég þoli ekki leiki. Síðan hvenær? Núna. Látt ekki svona, Gosi, á svona tímum. Þar maður sko að vera jákvæður. Það er aldeilis viðsnúningur á mínum. Ha? Það er alveg greinilega að gríða appelsínu uppskriði gangi í þetta. Gosi! Ég
líkt hana svarta galdri og kukli. Óþefurinn leynir sér ekki. Ég óþýður, það gæti nú verið lyktin af mér. Þögn! Já, það bara alls ekki ástand hérna. Sér þarf að taka til hendinni og kveða þetta í kútinn. Það glett prests auga. Býttu, hvað vilt þú eiginlega? Ég bara, þú stámar svo líkt auðmingi. Drullar brút, við viljum ekki kaupa neitt. ég er ekki að selja neitt. Já, drullar út! Ég kem aftur. Ég gerði mér minn brók. Nei, bara djók. Öllumestari, undir! Hvað er það nú? Gos! Eldgos! Þannig! Þú og þitt stóra nef. Þú gjörst það að prefar fagræði. Hvað? Ég? Já, þú! Rétt að svo að tæta þig niður í tannsteima. Tannlausar tatarkjörlingar kallar eru taugaviklar. Gosi, nú er þitt tækifæri til að láta ljós þitt dvína og narta í skjaldarindur. Nú berð þú og þið andakjörnsfólk og resti þessu. Já, en hvað getum við gert? Má ekki alltaf semja maður. Göturinn veit að allir saman gáðu gefið á ekki gera ekki neitt. Einmitt! Þið semjið minna anda og rettið málunum. Gangi hægt leikinu þig, mín herri vinni. Krakkar, það var komið smá próblem hérna. Ég rekti þessu bara í það ekki. Jú, við reyndum þessu. Hvað er að fara að gera? Nú, við erum í samninganefnd. Ég? Í samninganefnd? Hef ég ekki verið áður í svona samninganefnd? Þetta verður ekkert ná. Látið mér bara að tala, því mér veist oft tunga tönn. Akkurat, ég tala. Hvað verður að fara að semja um? Að reyna að fá andan til að hætta að senda þessar plágur á okkur. Gosi, láttu okkur að tala. Ekki mál! Ég bara send ykkur hér, rólegur eins og legsteinn. Hvernig eigum við að gera þetta? Sko, við förum rólega á hann í byrjun og reynum að vingast við hann. Og svo áður mann veit af, verður hann búinn að samþykkja allt sem við byrjum. Sammála! En ef ekki? Þá bara brjótum við glasið. Sammála! Virkar það? Já, örugglega, en munið að það er ég sem tala. Og við náðum glasið. Jópalega hérna. Gosi, ekki segja neitt. Komdu. Er andi í glasinu? Þetta er sjálfur símsal hjá andanum. Í augnablikinu eru allar línur uppteknar eða andinn er utan þjóðsvæðis. Vinsamlegast reynir síðan. Utan þjónustusvæðis! Þetta er í anda fókidans. Nú, er þetta ekki í andaglasinu? Reynum aftur. Er andi í glasinu? Þú ert komin í samband við andan í glasinu. Andinn er því miður upptekinn eins og er, en símtölum verður svarað í réttri röð. Þú ert númer 15 í röðinni. Shit! Ég nenni ekki að hlusta á það vælandanis! Númer 15! Rétt er að benda á að með að ýta á kassann getur panta samtal og andinn en hafa samband eins fljótt og auðið er.
ekki bara gera það, eða? Ég veit það ekki. Hvað það skal? Já, ég var Já. Heyrðu seinna með þetta? Já, ok. Það ykkur á línu? Andi! Sæll Andi! Úlfurinn hérna! Sko, við vorum aðeins að hugsa þetta með pláirna 5. Getum við ekki eitthvað að rætt þetta frekar? Semja kannski, ha? Og hvernig sástu það? Fyrir? Já, sko, við vitum vel að vinur okkar misti sig aðeins síðast. Mér fannst illa að veiða mig. Og ekki gos? Já, sko, hann alveg miður sín yfir þessu. Það er ekki Gossi. Segðu já, Gossi. Já. Vetrarna 5 pláur. Eru 3 bara ekki alveg passlega margar? Já, það má svo sem ég var. Já. Kannski. 3 segirðu. Hann hlustar ekki á okkur! Svaraðu gamli frekkolkur! Hver stal göttinu úr skjóðunni í gær? Ha, ykkar þú ekki? Og hver er hetta mín? Og hver er húfa mín? Og hvar er falska gamla flauta mín? Og hvar er Geirfinnur? Hér verður ekki samið eitt, né neitt. Að 3 náttúrleginum munið þið mæta öðrum ykkar í orustu aldana. Aldurist upp á þér teipið! Það verður barist til síðasta manns. Úti er ævintýri. Hringi það náðust við. Segðu að ég klára það náðustu. Hafi líka hringið hann? Já, hringi hann. Þetta gekk bara fínt! Gossi. Nei. Við verðum að kalla saman alla þá sem vettlingi geta valdið. Kæliströmparnir mínir. Já. Við höfum strumpað ykkur hérna í dag til að verða tilvonandi bardaga. Þessi nokkrir ónefndir aðilar hafa strumpað andan í glasinu, Ísland strump. Og til að gera langa sögu stutta, ætla hann að strumpa okkur öllum til dauða innan 3 nátta. En engar áhyggjur, þar sem við höfum 3 nætur til að strumpa okkur í stand. En ég kann ekkert að berjast. Nei, þú getur ekki bitið frá þér heldur. Ekki örvenda. Það sem við höfum strumpað til okkur vaska vikinga sem ætla að kenna okkur að strumpast. Og síðan ætla að prófa okkar að strumpa bófimi með áhugasumum. Já, ég held ég strumpa mitt. Veitungur, vilt þú strumpa eitthvað? Já, ævintýrapersónur, víkingar og önnur ólíkinda tól. Þeir fé, þeir frændur, en góður orðstíl, þeir aldrei. Já. Á tímamótum þessum er gott að það hugast að árinni hennur illum ræðari. Já, og margt smátt gerir eitt stórt. Það hafið þið það strumparnir mínir. Er það ekki rétt að strumpa okkur af stað? Nú er kominn tími til að láta hendur standa fram úr hönskum. Þeir sem skröða sig í bókfimina koma með mér þenn. Þeir sem vilja brúka sverðverðar eftir Jóherri. Þeir sem þekki ekki til Harra Grímkelssonar, þá var gaman að geta þessa. Hann brendi bæjaðis og það er kettlingar með. Já, takk fyrir þetta Róður minn. Komið nær, komið nær. Hann sótti ljótið
Takk á mér. Takk á þér. Nei takk. Hvað? Dóriðan, láttu ekki svona. Láttu það þér. Nei, ég slæst aldrei. Aldrei slegist. Þegar ég ástina. Götturinn veit betur. Þú lítið að kísilóga. Lóga þá ég ekki satt. Köttur, hættu þessu. Þetta bara creepy. Ekki sagt. Götturinn auðvitaður ástmaður. Új! Eins gott að ég sé með þykkan skáp. Götturinn skal segja sögur. Sögur, ég elskar sögur! Ég veit það skyndilega hljóp upp á klettinum risastór ísbjörn. Ísbjörn, já. Ísbjörn, já, ísbjörn. Í alvöru? Ég elskar ísbjörnir. Kötturinn svegar upp á hans nýr líf. Það bæðist hann til lífs eða döða. Og hvað gerðist? Nú var kötturinn bara 8 líf. Jæja, nóg að segja vitleysu. Höldum nú áfram. En ekki bara við, heldur við öll. Geturðu strumpað þetta fyrir okkur? Þú mátt ekki strumpa neinum frá. Hvað er að gera þetta? Strumpa þessi bara í vasaðinn og þú veist hvenær þú skal strumpa þetta. En myndu, þetta er algjört leynistrump. Myndu gósi, góður orðstíl. Þegar aldrei. Héðan, í kvöld drekkum við Óðni til heiðurs með heiðrunar og ég. En á morgun
berjumst til síðasta manns. Betri skammur dauði en löng kvöl. Skál! Skál! Úlfur, neitar þú miður? Nei, ég er að reyna að hætta. Á 5 dögum þá dökka drykki. Heyriði, hefur ykkur séð grísina 3? Þeir voru hérna fyrr í dag. Nei, ég hef ekki séð þá. Nei. Góðleif, hvað er með? Bara kjöt. Má ég smakka? Já. Þetta er gott. En heyriði, ef þið sjáu grísina, endilega láta það koma að tala við mig. Þetta er geggjað. Gosi, er ekki allt í lagi? Ég bara trúi þess ekki. Ég held að það væri miklu meira alvar í þessu milli okkar baunum. Það er nú ekki allt gull sem gróir. Það var rétt. Ég heldur sér fram að veðja á rangan gest. Það var svo mikið sem ég langar að segja við þér. Það er allt komið staðinn vittu. Gosi, hvernig væri það að líta á annan bát? Kannski er ástin nær henni grunar. Já, meina. Hvað ertu eiginlega að reyna að segja? Mig langar að segja svo margt, en færri orð komast að en vilja. Þú þarft ekki að segja þig. Ósýnileg
man að þegar ég var á þeirra aldri, þá var ég látin drekka að minnsta kosti 19 horn á miði á dag. Já, það á virkum degi. Ha! 19 horn? Það ekki neitt. Ég átti að drekka 20 horn áður en ég sendur út til að vinna. Svo vann ég allan daginn í skítakulda og vettlingalaus. Þegar ég kom heim, mátti ég hugga mig við að sjóða úldinn harðfisk. Þá mátti ég lognaðist út af. Hvað við hefðum ekki gert til að fá úldinn harðfisk til að jafna? Hvað áttu við? Sko, við unnum í 19 tíma á dag, út í frosti, vettlinga og húfulaus. Við fengum hvorki vopni fullt. Sjáðu nú til, Rómi. Oft ykkur fætur klukkan 5 á morgnana. 2 tímum áður en að sofa. Til dæmis að íta á hananum, svo hann svæði ekki yfir sig. Nei, hörru, nú ertu bara að ljúga að mér. Bítu. Ég er ekki búinn. Svo þegar hann galaði, þá kom tími til að slá. Til þess voru engin tæki. Þannig við ætlum að halda út á tún og bíta á grasið. Hörru, þetta er bara helvítis hauga lygi. Sérstakur, þá hættu hann. Hefur þú einhverja fréttir að færa okkur? Ætti að sé að leika eitthvað? Nei. Ég bara skil hann ekki.
Hvað vantar ykkur hér? Séra Ósvífur heiti ég og ég er kominn til að loka þessu guðlastandi suppbæli fyrir fullt og allt. Sigríður systurkona mín, framfylgja því. Nú, af hverju? Sjáu til, þannig er það. Fyrir utan að hér liggur dauður maður á gólfinu sem er grunsamlegt út af fyrir sig, hefur það borist embætti mínu til heyrnar að hér sé stundaði svartigaldur og kukk ýmis konar. Þá er allt gras erandi í myglu og annarri óværu. Það er veiran, sko. Sigríður, við megum ekkert vera að þessu núna. Við erum alveg í blóðugan bardaga við andan í glasinu. Andi í glasi og bardagi segiru. Hvað er á alla sér margir þáttakendur í þessum bardaga? Ég veit það ekki. Örugglega svona 100 manns. 100 manns. Já, það er bara svoleiðis. Svoleiðis hvað? Sko, samkvæmt núgildandi reglum er samkomutakmarkanir upp á 50 manns. Yfir að setja lögbann á þennan bardag. Já, ég var líka bara að þú ert svolítið full, sko. Hvað er í gangi hér? Hei, gestur, ég elska gesti. Velkomin og komdu og knúsaðu mig. Hann er ekki sá fyrsti. Svitakirtlarnir er það ávirkir, en ekki hafa áhyggjur. Hann ætti nú að vakna seinna. Vel gert, Sóti. Þetta var óvart, en ég tek í. Takk. Ég kem aftur. Ósvífur, myndu þið mér, en munið 50 manns, ekki 51. Stoppaðu tónlistina! Stoppaðu! Fassi, þú líka! Á gjörsamlega taka mann á taugum! Það stendur í handriðinu. Já, hættu þessu samt, ég skeit næstu í mig! Nei, Kassi, stoppaðu! Vondikallinn. Bæða bás. Það er þú vondikallinn. Glæða. Já. Köttur. Það er kominn tími. Já, einmitt. Kötturinn, hann þakkar fyrir sig. Ha? Ísak! Þú líka? Spilar með hinu liðinu? Já, kötturinn gerir það. Ég er svoleiðis. Ég vissi það! Hann er falskur eins og fuglinn Fönix. Verður fleira að koma? Andinn í glasinu. Já, ég er kominn hér í kvöld, nýfæðust og kíkimagnaður. Mér finnst þú Limmo og Leo líka. Það verður barist til síðasta manns. Það er ögurstund í dag. Það
Shit happens. Það er ögurstund í dag. Það verður barist til síðasta manns. Ég er síðasti maður. Gosi, þú ert hjartalaus. Ég er hjartalaus. Ég get ekki dáið. Deyr fé, deyr frændur, deyr aldrei. Pumpaði þessi bara í vasan. Pumpaði þetta. Lifnapillur. Góður orðstír, deyr aldrei. Gosi, en hvernig? Hvað? Heldur maður var ekki búin að hugsa þetta allt til enda, já? Sástu þetta allt fyrir? Nei, ekki svoleiðis. Bara aðsýsturinn gaf þessa lifnapillu sem. Ég elska þig, Gosi. Þú ert sko með hjarta á réttum stað. Ég vil ekki að láta þér fá þetta. Líka pressin. Já, líka hann. Og köttin. Já, bara alla.